Velkomin í Skautan. Þá leik Fjölnis og SR í hesti spenna. Í liði Fjölnis eru Marja Sjól Kristjánsdóttir, 3, Sigurður Árnadóttir, 5, Stefáni Ósk Elísabetardóttir, 6, Karin Víf Elíasdóttir, 7, Kristín Ingadóttir, 9, Steinunn Sigurðardóttir, 10, Anna Kjartansdóttir, 12, Lóra Norðfín, 13, Hilma Bergsdóttir, 16, Berglind Leifsdóttir, 18, Hera Krinsdóttir, 19, Elís Sigurðardóttir, 21, Karin Þórisdóttir, 22, Teresa Skálmadóttir, 23, Elín Darkon, 25, Helga Martinsdóttir, 30, Karla Sandardóttir, 35, Henrietta Steinarsdóttir, 45, Guðrún Viðarsdóttir, 55 og Sofía Garðarsdóttir, 29. Ég vil heyra sem mest í mér, sko. Getið heyrt, já, nú heyri ég mikið í mér, sko. En það heyrist ekki okkur hana? Nei, við fáum að... Já. Nú heyri, Ævar, þú heyrir í mér? Já. Þetta finnst mér þægilegt. Viltu heyra meira í þér, meira í mér, eða hvernig er það? Nei, ég langar bara að hætta að heyra þetta hljóð í hátulunum, sko. Það væri fínt, sko. Það er ekki besta hljóði. Heyrist nokkuð eitthvað í okkur núna, erum við ekki góðir, eða? Má ég segja eitthvað? Kári kynnir inn rosterinn, eða ekki? Ég er ekki að fara að taka rosterinn. Nei. Já, ok, það er geðveikt, Ætti Ladó að fara að spalla... Hvað segir þið? Ætli Ladó að fara að spalla við nýja Finnan í liðinu á eftir, já? Alveg 100% bráðum, sko. Ég leit! Garantít mál. Er mækinn og langt frá andlitinu mér núna? Ekki? Þetta er fínt. Það er bannað að grípa utan á þessu. Við ekki bara að byrja þetta núna? Já, góðan daginn gott fólk og verið velkomin hér í fyrsta leik ársins í hestdeild kvenna í íshokkí. Hér mætast Skautarnar Reykjavíkur og Fjölnir. Ég sit hérna með Ævari, ég er Kári Arnarsson, sit hérna með Ævari Arngrímssyni, mörgföldum Íslandsmeistara í íshokkí. Aga verið góð kvöldir. Hvernig ertu, Ævar? Aldrei verið betri. Já, ég sé það á þér. En þú sjálfur? Bara geggjaður, spenntur í átök kvöldsins. Ég held að þetta verið jafn og skemmtileg leikur. Það er eins gott. Fjölnir eru búin að vera með yfir höndina í seinustu leikjum. En það er búin að bætast við liðstyrkur hjá Skautarnar Reykjavíkur. Það er hún Satu, Nína Maki. Já, alveg rétt. Hún styrkir liðið rosalega, bæði með reynslu og tækni, eða hvað segir maður? Reynslu. Já, reynslu, en hún er mjög góð líka, sko. Hún er ekki bara reynslubolti. Nei. Ég held að hún skori 3 í dag. Ég segi 2 mörk og assist. 2 mörk og assist, ég segi 3, ok. Það verður spennandi að sjá. Ég veit ekki hvort að SS er búinn að skora 3 mörk í einu leik á þessu tímabili. Held ekki. Það væri gott að vera með svona statístík fyrir framan okkur, en þetta er eitthvað sem þarf að... Kíkjum í símann. Þetta hann er sportöflu. Við bíðum bara, það er tónlist í gangi og... Þeir eru ekkert að drífa sem að byrja þennan leik. Það var mætt sitt.
í leikinn í dag. Óli heilsar inn á bekkjunum. Þá kemur PBT á fóninn. Hvað finnst þér PBT? Ertu stór aðdáðandi? Þetta er flott, þetta er flott. Það er flott. Þarna sjáum við Kristínu fyrirliða Fjölnis fara á face-off-punktinn upp á leiks gegn Alessandru. Fyrirliða, eða hvað? Já, einni. Hún ætlar á kantinn. Nei, hæ? Já, mér sýnist það. Ok, hvernig ætlar að fá að spila sendir? Það er hún April Orangan. Er hún að taka debut í senturnum? Er hún ekki varnarmaður? Jó, Sato... ég held að Sato væri líka varnarmaðurinn. Það Nei, er að hafa powerful fyrstu línu hérna. Ég skynja mark á fyrstu mínútu. Ég held að verði rifrildi í þriðju byrjóðu. Það er allt brjálað. Ég er bara að finna svona umstöðum á mig. Þannig að stelur Sato pöknum næst í. Elísa nærnum. En... Já, Kristín hendur honum djúpt. Og Saga sækir högginn, hendur honum yfir á Alessandru. Hún er með April með sér. Setur á einhverjuna. Sato komin í skotfæri. Setur hann á markið. Hendir rétt yfir. Telma í markinu. Leit út eins og var ekki alveg tilbúin í skotið. Nei, hún hefði verið brassið þetta fara á markið sko. Já, það hefði getað haft réttur með mark á fyrstu mínútu. Þessi setting þarf að vera betri Alessandru þarna en Þóran er að leysa vel úr þessu. Já. Sigrún með högginn. Hendur hann á Elínu. Já, skot á markið, drífur ekki. Teresa gegn Alessandru kemur hún djúpt. Brétt sittir út. Alessandra fyrir skiptingu, ekki á besta tíma, en Arna kemur inn á og hún hefur. Og Berglund Var komin í gott færi. Kýlur í pökkina. Það er bara áfram. Já, þetta hefði getið verið dómur S-stefnunar hefðið hana. Það hefði verið soft dómur. Helst að lefa leiknum bara að fljóta þess mikið og hægt er. Já, sérstaklega svona í byrjun sko. Heldur betur. Fyrir Sigrún komin í færi, en... Nei. Hún er ennþá með pökkinn einhvern veginn. Já, leit út eins og Friðrik hafði náð að stoppa hana, en síðan bara... einhvern veginn komst hún í gegn. Breykvátt-sendingin ekki alveg nógu góð, þannig að Karin Ósk heldur pækinu minni. Ylva, það er ekki búin að þessu. Það er Freyja. Freyja kemur hann ekki út. Kristín, já, tekur skotið. Framhjá. Þessi er ekki búin að spila mikið. Hvað var ég að segja? Steinum. Þetta verður Kristín fyrirlegi. Já, nú Afsakið þetta. Fólk heim í stofu. Marja mannlegur. Marja tók með pökkinn. Freyja setur það fyrir bakum markið. April og Satt. Nei, þetta er ekki. Þetta er ekki Sato, það eru 2 með hvítan hjálm. Já. Sem er 16. Þetta er bannað mismunandi lita í hjálmum í liðsíþrótt. Já, svona level á hockey, þetta á bara blátt. Bætingar, það er alltaf pláss fyrir bætingar. Já. Kristína vissi ekki að manninu sem kom hann í hana. Harpa kemur upp á bláu á Elínu. Elín setur hann yfir. Teresa setur hann aftur upp, býrði pláss fyrir Elínu og Elín skýtur. Vel blokkari á Kristínu. Vel gert, svona þarf maður til að vinna leiki, henda sér fyrir skotin. Þarna hörð í miðunni, vel gert. það verður hiti í leiknum. Já, ég sé það. Þessi stelpurnar fara allir í skiptingu nema April, hún er eftir inn á. Sato er komin inn í pressuna. Teresa yfir og Elínu. Elín inn í miðju. Kristín, góð sending. April alveg sofandi hana. Þeir fyrir aftanmarkið, hefur Murphy með sér. Ég held að hann var að komast í betra færi út en þetta. Já, þetta einhvern veginn varði í... gerðist ekkert. Sato ennþá með pökkinn, Saga. Saga hendur hann inn, það var engin pressa á henni, hefði alveg getað bara haldið í pökkinn og biðið til Sato eða tekið hann sjálf. Hún bakkaði, hún sá þetta ekki. Nei, hann líka að bakka. Hvað ætla að spila? En dómarnir hlauta saman. Skrítið! En ég get náttúrulega útskýrtingu fyrir ykkur af hverju hún flauta þarna að þetta var icing. Það náðu ekki að skauta pökkinn upp. Takk fyrir þetta, takk fyrir þessa reynslu og þekkingu á leiknum. Þetta var mjög erfitt. Það má nefna að Ævar hefur náð hæðstu einhvern á dómaraprófi sem mælst einhvern sem hefur komið á Íslandi. Er það satt eða? Já, það var alltaf sú var sagan í den. Ég held að það sé rámt sko. Var það ekki 9,8? Já, eitthvað. Ég mannaði ekki maður. Það er svona að segja, ég var 14 ára, 15 ára. 14 ára. Alltaf verið góður í skóla reyndar. Já, Ylva! Já, Telma fyrstir þetta. Nei!
þau vilja spila pækinum, vel gert. Teresa með pökkinn fyrir aftamark, Arna í pressunni. Þessi regla getur verið ruglísleg stundum því svo kemur dómarann og skammaði fyrir að losa ekki pökkinn þótt að pressa sig að koma markmannin. Þá er þetta bara tap fyrir þig að láta losa pökkinn, sko. Það sem leiður komið með pökkinn, þá bara maðurinn komin í þig, sko. Þetta er grófsvæði. En hann selur Satusi og Elín. Mansal í gangi þarna. Selja sig í breakawayið. Gekk ekki alveg nógu vel. Maður að passa þessi í varnarsvæðinu því þetta getur náttúrulega bara endað með marki. Góð setting, hún gæti bara ekki tekið í þessu. Það var bara skiptinu. Já, stressið. Geti verið. Stressið tekur stundum yfir. Teresa hérna yfir á Sigrún Ágútu. Hún er með hann. Sendir yfir á. Allt slótt opið. Andrea sér þetta. Það má ekki gleyma að Andrea er í marki. Þeirra hægra meginn í stúkunni. Aftur í þetta hlustundur heima. Það er eitthvað vesen á tónlistinni hérna hjá okkur. Ja. Virðast það að við erum að taka í lag. Það er eitthvað. Kristína í face-off á móti Kristínu. Apríl. Gaman að þessu, Sigrún með pökkinn. Missir hann. Herru, Mækil minn. Það datt eitthvað samband hérna, ég kom. Það er kloppa Murphy. Brét en Freyja hjálpar henni. Vel séð á Freyju. Murphy hérna í baráttunni. Hart barist í horninu, Kristín fyrirlega hjálpa. Upp á Kristínu. Svo hérna á Guðrún kemur yfir á Maríusól upp beint á kantinn á Sigurður. Bríet reynir að sparka pækinn út, virkar ekki. Friðrika, þetta er Friðrika, hann er komin inn á. Það var að berast til mín skilaboð að hljóðið sé ekki gott. Ég veit ekki hvað er í gangi hérna, eða hvað við getum gert í því. En við erum með mann í málinu. Hann er að tjekka á þessu fyrir okkur. Ylva. Nær ekki pækinn að Sigrúnu. Sigrún setur hann upp á Maríusól. Lappar blálína, tekur skotið. Það fer framhjá. Það þarf mannesku þarna fyrir framann. Andrea sá þetta allan tíman, aldrei hætta. Og Karen reynir skotið sem að Friðrika blokkar og á Örnu. Arna 1 gegn 3, situr hann bara djúpt. Það fyrir skiptingu. Vantar einhvern í pressuna. Það vantar einhvern með henni þarna. Fyrsta línan hjá SR komin inn á Saga. Elti bakvið. Sýnir Saga að vera komin í senterinn og Apríl í vörnina. Kannski er Apríl bara að taka face-off. Áhugavert að sjá samt. Satu komin í færi. Tekur skotið, rétt framhjá. Satu það örglega vilja ná betra skotið þarna, rúllaði af spaðanum. En núna er Saga komið með, hún er búin að ferna. Hefur skotfæri, setur hann á markið. Hún sá ekki alveg sendur hann hinn með. Það er færi. Pöngurinn endar í horninu. Og Sigrún Ágúta hefur tíma og pláss. Reynir að senda á Sigurður. Þetta er Þóra. Þóra. Teresa, næra haldur hann minni. Hún einn hann í skottinu, vel varið. Þetta var dauðafæri sem Hilmar klúraði hana. Og annar dauðafæri. Og það er stöngin. Hæstykk. Og þetta er flautað. Var þetta Hilma í skotfærinu? Mér sýndist það. Það er ég að rugla. Nei, það var Hilma. Það var góð sókn þarna. Face-offið tekið fyrir utan blálína. Friðrika í face-offinu móti Kristínu. Bríet með pökkinn, var með Ylvi með sér. Er þetta rátt það? Nei. Fylgis það var komin út í svæðinu. Kristín í barandinu með Bríet, setur hann niður í Elsu. Nær hann ekki alveg, komið með hann, Frey í pressunni. 1 móti 2, nær pekkinum upp á bláluna. Blokkaði á Friðriku. Blokkurinn laus þetta fyrir framann. Þessi stelpun er alltaf klaufalega fyrir fram á markið, þeir eru ekki alveg að ná pekkinum út. Þeir eru að gera betur í því.
Friðrik Hagan er að halda hana pökkinn aðeins. Svolítið trufluð hana. Guðrún tekur pökkinn með Stefaníu með sér og Murphy upp á kantinum. Reynar stundan á Hörpu, hún næri ekki, er þetta æsing? Harpa er á fleygiferð, þeir segja spila. Harpa er bara fljótari. Heiður hendir pökkinum út og það fer í æsing. Það er gaman að þessu. Face-off, varnarsvæði SR. Kristína. Ég sé ekki hver á mótinni. Sérðu það var? Nei, ég þekki það núna. 29 hjá Fjölni. Ég með þetta. Ég með þetta. Það er ekki á roster. Kæra leikinn, nei. Nei, það getur alltaf verið breytt eftir það. Já, því ég var með blað á hann og Emil þjálfari Fjölnis bætti henni inn á blaðið mitt, síðan týndi ég blaðinu auðvitað og er hann með síma núna. Þannig að Svona er þetta. afsaka þetta. En ég ætla að setja hann í miðina. Alveg nóg gott. Dansar með pökkinn í lögbónum. Okkur kemst út á endanum. Kloppi þarna. Stefaníu. Tersi tekur pökkinn. Setur hann upp í miðju. Þú voru að fylgja Teresu hana. Saga gegn Teresu. Teresu situr hann í slotti. Apríl, pökkurinn dansar í lögbónum. Apríl bara hrindir henni frá markinu. Þetta er bara fínt. Já. Nú er Satú kominn á ferðina, þetta er stórhættulegt. Stikka alltaf aðeins svo mikið og misti pökkinn. Sjáu þetta, hún er stórhættuleg þegar hún kemst á ferðina. Þegar hún kemst í færin. Sigrún missi pökkinn hana, Alessandra nær að taka hana á ferðinni. Alexandra kominn. Ekkert slessing, nei. Hendi pökkinn bara á markið. Þetta sýnir mér að öll skot eru góð skot. Þessi lá næstu í henni. Hvað finnst þér það var? Þetta er ekki satt. Pökkur fór framhjá. Telma náði tánni í pökkinn, ekki? Jó, en hún var þetta. Þarna er Sigrún var að klúra dauðafæri. En komast þetta léttilega framhjá. Varnum hann 1-1 stöðunni. Sóla er Freyja alveg upp skólum á það. Ylva minnir er Sóla. Já. Dátti mikið að Sóla í staðinn fyrir bara hreyfa lappirnar á. Þannig var hann komin gott skotfæri í slottinu og bara lúður hann í skítinn. Þeir eru að kemur hann djúpt og verður að vinna aftur. Vinnur hann pökkinn, nei. Næsti. Guðrún aðeins lengri killu. Þeir eru að vera í skiptingu eftir þetta. Guðrún með ljósastöður í höndunum. Þeir eru gátt því mér ekki séns. Sé ekki pökkinn, Bríðna. Freyja vinnur hann. Hún þarf að fá okkur support. Bríðna lasist ekki alveg strax en hún næri í hann. Sé hérna við hvíta hjálminn sem við heldum að vera satt á hann. Hún heitir Tinna. Skilst hún sé eigi 2 krakka í barnastarfinu hjá SR og æfði sjálf hockey í Svíþjóð þegar hún var yngri. Og ákvað bara að byrja aftur. Smásn eins og Satú. Gaman að því. Þá satt þú einhverja krakka í barnastarfinu? Nei, en bara þú veist, hún var börn held í Finnlandi og Já. var búin að vera hætt og síðan ákvað hann að byrja aftur og Skilji. aldrei of seint að byrja aftur. Nei. Það er einhver þarna hættur, langar að byrja aftur, aldrei of seint að gera. Eða byrja sem dómari, alltaf hægt að dæma. Vantar alltaf dómara, sko. Þetta bara verið skiptingu hérna 20 sekúndum eftir að setja niður höndina. Þetta er 1. Þetta er ekki viðurinn. Það er viðurinn, já. Þetta. Þá myndi þú að setja höndina upp og flauta. Satú Þarna kominn. kemur Satú og er með Alessandra með sér, sér hann strax. Já. Alessandra er að vera gunn núna. Hefur hafnar. Þetta er bara eins og í NFL playoffsinu hérna. Field goal. Satú með góða sendingar hérna. Eru bara field goals í playoffsinu eða er það bara... Nei, líka touchdowns en field goals er aðeins svona herra. Þetta er flott spil og þetta er vel varið á Telmu. Hvað er í gangi hérna? Þarna voru. Fyrsta lína SR er að koma sterk í núna.
Dagný gegn Marju. Smá klaufaskapur að klára þetta ekki, Pökkurinn var á lágu línunni og Saga fekk hann. Ég held að eftir að sendingur upp í slott og sendingur yfir og hún væri bara að fara að skora en... Já, ég held það líka. Þetta er drauma staða til að vera í. Hér SR í skiptingu. Næstu. Voru eru margar inn á, sá það ekki. Nei, hann var komin með aðra löpin út á. Sigrún yfir á Berglindi, tekur skotið. Andra Ver. Stýrir þessu frábara en hún er komin aftur í pressuna. Ylva og Apríl að horfa á pökkinn. Þóra fer í pressuna á Sigrúnu en Apríl kemst inn í sendinguna og skýtur hún bara út. Hún er orðin þreytt, er að reyna að fara í skiptingu. Hún gerir það. Sigrún kom með hann á móti Þóru. Svolítið langt byrjað á milli varnar og sóknarina. Tryggvi slagskot. Ekkert mál. Vel varið hjá Andreu. Andreu er eins og klettur í markinu hjá SR. Búinn að vera allt tímabilið. Elisa nærma komst inn í pökkinn, nei, Bríett sé við henni og Tinna kom inn í pökkinn, hendur hún bara upp en þessi er haldið inni, síðast að vera Stefanía. Það eru 37 mannsins í stúkunni, það er vel mætt í dag. Hefur svo sem verið betra, en það er bara þriðjudagur. Það er bara þriðjudagur, margir heima með þriðjudagstilboð og horfa á streymið, hvetjum fólk til að mæta. Elisa er auðvitað með pökkinn. Góð sending á Kristínu, Kristína er ekki alveg skotin af. Þóra kemst inn í þetta og skautar. Komin á smá ferð hérna. Já, hún heldur bara áfram. Hún gefst ekki upp, nei. Hún misti síðan pökkinn. Rétt eftir blálínuna, það er leiðilegt. Satt hún með hann. Hún sér Alessandru, vel kallaði Alessandru. Hún hendir pökkinum bókstaflega á markið með hendinni. Hvað segir það að þessi enda inni? Það var verið mark. Ég sá ekki hann að kasta pökkunum sko. Hún var að detta og einhvern veginn bara sópaði pökkinum á markið. Já, ég sá það ekki. En Þeir vildu meina að það hafi verið svona tripping sko. En sem dómari, ef þú slær pökkinn inn, það er no goal. er það ekki mark? Nema þú myndi gera það sjálfur sko. Eða þú veist, í sjálfsmark. Já, áhugavert. Mjög áhugavert. Fyrsta línan SR ennþá inn á Saga, Satu og Alexandra. Saga vinnur þetta Það er svo skítur. Nei, ok. Þær eru dálítið mikið að sóla, aðeins svo mikið. Allir leiði gegn. Góða skotfæri hana sko. Getur inn í manni sem skrýn hana. Já. Þarna fannst mér hún hefði bara átt að setja beint á mark. Þú er ekki með lappið Þær eru dálítið mikið, þessi stelpunar sé mikið að Sóla þess að leiðin. Með það er þetta. Það tekst vel alltaf á þeim í fjölni. Það er alltaf koma bara fyrir fram á markið. Já, Léleg skipting. En SR er stelpun úr að hefna þarna. Ylva sér við Berglindi, en Pökkur fer beint á Sigrúnu sem er labbar inn, kominn skotfæri. Þessi hefði ekki að fara inn ef hann hefði verið 10 cm neðar. Pökkurinn fer alla leið tilbaka og Teresa segja hann. Og sending inn í miðuna. Eva Hlins með breykasendingu sem fór ekki alla leið. En hún er aftur komið pökkinn. Hefur pláss til að skauta, dömpa honum inn. Apríl sendir á Örnu. Arna reyna að koma út, Guðrún heldur sinni. Aftur á Örnu, Arna hefur tíma núna til að skauta hana aðeins og út í pláss. Kemur hún ekki út. Smá klaufaskapur, verður bara að vera ákveðin og skauta með hann út. Það er gert hjá Apríl hann í vörðinni. Hvað gerir Friðrika núna gegn Evu? Hún er komin í gegn! Friðrik Mark! Mark! Þetta er svaðalegt! Hún bara setur sokk í mig eftir að ég segja að séu alltaf að sóla. Það reyndar ef þú pælir í því. Þetta... Sjáum við það hérna, fáum endursýningu núna. Hún er bara að fara hérna fram hjá Evu. Eins og engin sem morgundagur og svo lúðrar hún bara hægra með henni í skeytin. Bara rétt svona bara. Þetta er bara fagmannlega gert. Það er gert að gera þetta betur. Hákon Magnússon geti lært af þessu. Já, hann er í erfiðleikum með að skora drengurinn. Inspiration þaðan hjá Litlu Sis. Vantar eina inn á Fjölni. Stressið búið að taka yfir, það eru komnar 1-0 undir. 5 mínútur eftir að fyrsta leikludagar, nú eftir þessum leik samt, sko. Við erum ekki missur hvernig það var. Nei, þetta er hockey, sko. Fyrsta línan hjá SR er komin inn á með Dagný og Bríett í vörninni. Skemmtileg lína. Blanda af ungum og reynslumiklum.
Bríett rimma pækinu upp á Alexandru sem að setja hann út. Sátur í pressunni, hún kemst næst í sendinguna. Marja á Hörpu. Harpa til spilmove. Núna Satu komin á ferðina. Satu sér veikulíðina. Alexandra, þetta er búin að gera nokkuð sem við leikum Satu. Alexandra þarf að fara að byrja að negla þessu á markið og hún væri komin til þrennu. Satu er búin að vera að finna hana inn í miðju. Fer einhvern veginn allt bara framhjá, yfir. Bríett verst vel hana og vinnur puckinn með hann á rauðlínni. Klaufaskapur, ylvaði með hann. Puckurinn einhvern veginn eins og heit kartöfla hérna, helst ekki á spánum hann einum. Það er mikið í kartöflunum þar. Þeir eru sjóðandi heitar og það er mikið í því sko. Sigurðurinn tók fílskot þarna. Þá notar maður áhöld sem kilfur. Það notar maður áhöld sem kilfurinnar. Hann er Arna komið í gegn til þessu. Er það út eftir bara? Já. Stressið að taka yfir. Það er þessu stressað, er það? Það er bara á móti Þeir eru að fara að skora núna. Nei, föflum aðeins. Það er örugglega erfitt fyrir þær þegar fá loksins gott færi og Teres og Elín standa í vörninni. Hvorur hliðin eitthvað léttari. Bara velja hlið og vona það besta. Þannig kemur Ylva Pökkum út. Hún ætlar að skipta. Eva með breykvallsendingu. Friðrika er búin að lesa þetta. Friðrika hættir ekki. Hann skopar hann þægilega fyrir Kristínu Pökkurinn. Murphy En aftur komast það svona einar í slottið. Einhvern blokkað hjá Freyju. Elisa setur hann djúpt og Murphy er hana. Ég held að þetta sé stíl sem hann spila viljandi. Vel blokkað heiði. Ég veit að Andriu finnst best að fá mikið að skotum á sig. Býtu, Elisa kom hérna í færi. Það er 2 mínútur að denna húkík og Kristínu. Komst hann eftir aftur í færi, April gerði vel og skaut pækinn í burtu. Það þurfum ekki að húka, það er ekki alltaf svona lausið slóttir. Nei, þetta bókað er að fund með Mílos til að bara láta hann vita þessu. Ég held að hann veit ekki. Mílos sagði að hann mætti ekki spila næsta leika, ég fekk 2 mínútur í fyrsta leiknum. Fékkstu 2 mínútur? Nei. En hvað heldur þú? Ég held að þetta sé smá gert viljandi hjá SR að spila svona. Þegar ég veit nefnilega, ég hef tilfinninguna að Andrea vilji vera alltaf í actioninu, fá skotin á sig. Halda sér heitri og svona. Já, ok, þú ert að spila þennan hockeyleik í þínni deild og þið langar bara allir koma í slottið. Jóelis er alltaf í slottinu bara einn. Já, ég meina, Jóelis er alltaf bara hættilegur eftir að ferðinni, sko. Já, ok, það hafði í slottinu. Ég meina, Það er bara mjög oft henni. ef þú ert með markmann sem að fíla þannig, sko. Ég var markmann og ég frekar vilja að þeir vera fyrir utan húsið, sko. Já, það fara aldrei skutin á þig, sko. Það er bara köld og síðan loksins þegar Pökkum kemur í slottið og bara búinn ferðan inn. Já, hvað eftir maður að æfa sig í varnarsöðum? Já, mögulega, sko. Kannski það var bara góð að blönda á þessu, kannski ekki alltaf mörg skoður til slottinu, en... Það getur verið, ég er ekki markmann, sko. Nei, ekki heldur. Þú ert svona dómari. Ég er ekki dómari, sko. Löggildi dómari. Berglind, komur á ferðina. Þú veist að reglur sem ég tók úr. Já, alltaf að vera að breyta þessu. Saga í pressunni. Einn inn á, já, það er náttúrulega penalty-kill. Ekki að fylgjast með. Bríett kemst inn í þetta. Skýtur pækinum út. Berglind með þessu. Reglur bara mark, eða framjá. Það er að Hilma, sorry. Berglind er inn á tónum. Já, Sigurður í baráttu niðri. Það er að senda á Hilmu. Já, hún sendir hann bara beint í slottu. Sjá alveg. Satu er ekki að spila hockey í skipti og veit hvaða tíma hann hefur þegar hann fær puckinn. Já, vel gert hjá henni. Ekki bara núna, líka alltaf þessar cross-size sendingar yfir veikurliðina. Það er alls að það kemur að fleigi fyrir þetta. Hún er einstunni ríkari en margar. Herru, henda pekkinum. Býtu, hvað er pekkurinn? Er hann? Já, hún var þetta. Allt í henni var bara komin á lausa manni. Menn ekki eins og segja slóttinu, bara í krísinni. Andrea sá þessu. Þótt að þetta er nú ekki bestu skotin sem þeir eru að fá samt úr. Gæti verið að skjóta betur, sko. Það er ekki búið til mikið tíma fyrir manni þegar þeir eru yfirtölu. Nei. Og bara þessi skot sem þú erum að tala um úr slottinu, sko. Það er ekki mikil hætta sem þeir eru að búa til úr þessum skotum, veistu hvað ég meina? Nei, ég skil hvað að meina, það er ekki ennþá góð mark, þannig að það er eiginlega ekki hægt að... Nei. Það er eitt sem fór hann í skeitir reyndar á hann í seinna rímóndinu. Já. En það er þarna... Næstur yfir, þetta er hættulegt. Það eru 3 fyrir frá marki, hvar er vörnin? April heldur killinni, vel gert. Það er einhver hítið þarna, hún er
farin að hýta í apríl. Það spila er fullskipað núna. Kristína komin inn á, vissi ekki hvort hann ætti að fara á bekkinn en halda var hann að spila. Stendur í fólksveikinu, Satu komin inn á fyrsta lína SR, er að koma inn og Satu stýrinni á hliðina. Það átti að vera sending á Maríu sem fór á hörpu. 10 sekundur eftir, þessi rennur beint í gegnum krísuna. Ein loka sókn, Satu í breakaway. Hefum tíman. 3 sekundur, skjóttu. Skipar inni og þetta er 0,3 eftir. 2-0 fyrir SR í fyrstu lotu, staðreind. Þetta hefur ekki séð áður. Ef þú hefur ekki sagt að skjóta, það hefur ekki skotið. Þannig að þú ættir að fá stóðsendingu þarna. Sjáum við hérna eftir smá. Þetta er góð sending gegn 2 varnarmannina. Satu er búinn að lesa þetta. Slappari, bara slappari, old school. Þetta er eins og... Hefur Telma alltaf verið í markið á þeim eða var það ekki hérna... Hvað heitir hún aftur? Það eru með 3 markmenn. Var það ekki? Hvað heitir hún hana sem var eins og nefnir Caritas? Caritas er samt sko, sem því vissi hún hægt sem markmaður, síðan fór hún eitthvað hljóp í skarði í smá en við kynnum okkur þetta betur og komum rétt til svörin hérna í næstu lotu. Það heyrðist hátt úr stúku núna, það er ekki vöndið að sjá 2-0 í fyrsta leikluta. Spennandi núna. Það mætti segja að Fjölnir voru mætti til leiks í byrjun, en svo klúraði það mikið að færum að það dreigja þessu kannski, ég veit það ekki. Þetta eru góða spurningar. Ég veit að SR stelpnar stór hættulegar þegar komast í færin. En nú er bara spurningum að halda út og það er verið mistök Fjölnis. Eða það ætlar að vinna þetta í dag. Skoðum þetta betur en eftir korter, tökum smá kaffipásu. Erum við örugglega úti núna? Við þurfum vel að cancela þessu úr streyminu sko. Ég er að menna... Læsar? Halló? Halló? Heyrist ennþá í okkur? Ok, við skoðum þetta. Takk, takkari.
Komið. Já, verið velkomin aftur inn á skjáinn. Klukkan var að fara í gang. Og hérna Apríl í döðafæri. Ætlum skorið. Nei, vel var ég á Telmu. Beint í púðan. Var þetta gott skot þar? Hvað segirðu? Nei. Það er ekki gott skot. Fór ekki inn. Elísa Dís yfir á sendingunni. Nei, sendingunni yfir. Þarna, hún vildi ekki skjóta víst. Nei, hún hrættum að þetta er of lélegt skot fyrir þig. Heldur það. Já. Defleksjón hérna fyrir framann. Alessandra kemst aðeins í þetta til að trufla rýbandið. Hvað er í gangi hérna? Nei. Saga hendunum bara út, Sato fyrir skýtingu. Losaði pressuna. Það eru að taka stutta skýtingar, ég fíla það. Sigurún. Það er hún að labba henni í gegn, nei. Vel var ég á Andru. Já. Svakalega hvað hún er að verja. Hún er góð í að verja. Ég stökkaði inn á einhverja æfingu daginn, sko, var eitthvað að skjóta á hana. Mjög góð, sko. Eiginlega alltaf góð. Skil ekki hvað hún hefur þetta. Hættulegt væri þarna fyrir Teresu. Vel var ég á Andru. Teresa komin í sókn. Já, Berglind komin upp. Áveist til að kunna, það er bara rotation. Já. Mílos öskraði support. Þarna 1-2. Berglind hefur tíma, tekur skotið. Aldrei hætta. Drífur ekki á markið. Sjáum við það. Sigurún fær að lappa upp. Er í skotfæri, tekur skotið framhjá. Fekk svolítið mikið tíma innan það í slottinu. Ekki nagan samt, því að hún heiti ekki á markið. Stefania tekur, sendir hana yfir. Fyrir komin upp. Dani, hreinsar. Alessandra og Saga er ennþá fastar inn á. Já, þær eru búin að næst í 2 mínútur inn á maður. Það er dett í það. Ég var einmitt að segja þér, væri búin að vera að taka svo stuttar skiptingar. Þetta er mér að kenna að tyggt á mig. Kemur fyrir. Alessandra kemur út. Töðreið. Var ekki komin yfir. Nei, ég ætla að leifa þess að slæta. Apríl er komin inn á. Það var Heiður Arna. Komnaðar inn á. Friðrika að stýra. Arna skilir þetta eftir. Handa Apríl. Hann er tíma að tekur skotið. Hann fer ekki á markið. Dálítið mikið að skotum fara framhjá endi í horninu. Hvað finnst þér? Já, svolítið. Friðrika tekur hana move inn á mark. Harpa er 1 gegn þeim 2. Nei, hún fær hann að support. Hún kemur honum djúpt. Marja pekar hann upp. Friðrika er mætt á hana, gefur hann enga tíma. Lokar alveg á hana, vel gert. Þóra sendur á Heiðu. Heiða er að fara að Hefur miðuna, já. Hann endar einhvern veginn á Friðriku. Hún fyrir skiptingu, það var vel gert, gott breakout. Bríði komin inn á. Þetta er dálítið sena skiptingu. Kristín öfum pökinn, það er að henda hún niður. Arna heldur sinni. Eva setur á Guðrúnu eftir og Eva hefur tíma til að skauta þessu upp núna. Sendir break. Kristín ennþá með hann. Fínasta sending, tekur skotið. Stýrir þessu bara framhjá. Elísaði með hann fyrir aftamarkið. Skrifstun á Skretski. Ennþá. Fara að lappa upp með Eilin Dark með sér. Setur hann yfir á Guðrúnu. Fleiri skotið. Varði með púðanum aftur. Og að þriðja rýbandi. Það er varið. Hvernig verður hún þetta ennþá maður? Sato kom með pökkið fyrir aftamark. Þetta voru 3-4. Þetta var rosa vel valið. Og Sato setur hann bara djúpt. Hún er á flegiferð. Það er bara átt í henni. Saga með pökkinn. Setur hann fyrir hendurunum inn í slott. Góð bara átt í henni. Já, en Berglind hefur betur. Þessi Hilma yfir á Berglindi. Bríðna er ekki sendingunni yfir á Alexandru. Snýr Sigurún af sér sem að húkar hana bara. Þetta bara á saman tíma. Hvað er í gangi hana? Saga neglir hún á bekkinn. Segir samt sorry. Allt í góðu. Allir feskir. Þetta var tæft að vera húking. Þóttan hafi nú bara haldið með killunum með annari sko. Hún getur nú alveg verið sterk þráttur í það. Já. Þú sé bara með aðra hönd á killu. Já, ég samanlega þér. Eftir hún snýr hann af sér, þá bara killar hann ennþá í handakríkanum sko. Já, hvað, þú ert náttúrulega dómari, hvað, hefðið þú dæmt á þetta? Það er ekki þægilegt að láta kýtla sig í handakríkan sko. Nei, það var óþægilegt. Sérstaklega átt mikið kýtlinn sko. Friðrika gegn Maríu, Friðrika vinnur. Dani ætlar að koma sér bara út strax. Gerir það. Hún sé ekki neitt, þannig er Ylva. Hefur Örnum með sér sem, en hún er bara einhvern veginn að byrja að bakka.
Hann langaði ekki í þessa breykottsendingu. Nei, hún hefði getað bara tekið skautið og verið komin inn í gegn. Já, svona. Allavega inn. Í skotfæri, skilur. Jú. April með puckinn, setur hann í ramman og Arnar með hann. Tíminn til að sína hvað getur hérna. Já, hvað er þetta? Ég veit ekki alveg hérna hvað þetta átt að vera. Sending eða skot. En þetta góða færi endaði engu. Friðrika með puckinn yfir á April. April er tíma. Sólar einn. Eina. Það er svo mikið. Já, þetta er dálítið mikið. Þarna punkturinn minn aftur. Það er ofta sem þeir hafa plássi til að keyra vítt. Þá minna ég framhjá. Já. Reyna. Þetta kom hendi kreatífa. Þetta er Hóra held ég að skora sitt fyrsta mark. Þetta er rosalegt. Sjáu hvað hann er ána. Böndum við saman. Já, þetta er fyrsta mark í séða bara. 3-0 lúður maður. Við verðum að fá að sjá þetta aftur. Þetta er að koma hérna. Sjáum þetta hérna. Tegur hann bara upp í rosalegt skot. Wow, ég þarf að horfa á þetta aftur og þetta er maður. Maður getur nú lært 1 eða 2 hluti af þessu. Ekkert stikkandúl, bara toe drag release. Þetta var bara í slottinu, góðu svæðinu, sko. Hvað er Bedard, þetta horfa á þetta? Kannski skiptum Kilvu yfir í, hvað er hún með? Warrior? Já, mér sýnist að hún er að fá puckinn, þetta er fyrsta mark, ég sá það bara á henni. Já, hún er með Warrior, QRE, Kilvu og þetta er... Ég er farin inn á Prostokoki. Búinn að panta með 2. Það er dýrt, þetta er frá Bandaríkjunum. Já. Stuðið mikið svona. Það er reynað það sama. Skotin uppi. En það fer framjá. Þarna gott öskur hann í Alessandru. Hann er satt og vissi nákvæmlega hvað hann væri. Þetta er þægilegt. Já, það er dálítið hana. Það reynir hún að keyra vítt eins og ég er búinn að segja. Hún er að hlusta á streymið, sko. Það er satt á með hann aftur. Já, snýrir þetta bara af sér. Reynslan hefur sögu með sér. Saga slök, upp, hvað er í gangi hérna? Maður sjá, Saga fyrir ekki í pressun á Murphy. Komin upp, komin með 3 upp á bláu. Bríet vinnur og sittur hann aðeins og laust niður. Það er bara sending á Guðrúnu. Það næra að halda þessu inni. Saga byrja að spila dálítið bara eins og 3. varnarmaður hérna í stöðunni 3-0 upp. Hvað finnst þú það? Þeir segja að 3-0 sé versta staða til að vera í hockey. Heldur þetta sé komið? Var það ekki 3-1 eða? Ég held að það sé 3-0. Við vorum að getur tala um verið. það að það væri 3-0 allan daginn. Getur Ég vil ekki sjá SS-stelpuna núna að hætta að Nei, það var eiginlega bara að halda áfram að spila leik, skilu, og fortjekka með 3, allavega sóknarmönnum, skilu. Það er greinilega að virka, Það er alltaf fortjekka með öllum, en þú skilu hvað meina. Veit alveg hvað meinar. Þið er ekki bara að byrja að bakka 3, sko. Nei, Það hleypur það bara á þig. alveg samanlega. Var þetta Rámstad? Sýndist hún að vera rétt. Komin á bláu. Komin, Hilma Berglind. Með Sigrúnu þetta chemistry. Þetta er hættulegt. Þarna er Teresta. einhver til að blokka þetta. Þarna er laus pökkur, maður. Þær eru að skjóta mikið niðri. Þær vita að þær þurfa eiginlega bara að skjóta í púðan og fá rebound. En þær eru ekki alveg Það er bara- Þarna, Og Apríl. þú getur séð því með að losa allar kilfur. Já. Þarna er þetta. Það er svakalegt Já, hvað hún fær að... Hvað þessi rebound já. frá að liggja hann lengi. Það er komað mörg döðu færi út úr þessu en... Þær eru ekki mikið að hjálpa. En Andrea er að standa sig með príðina. Já, hún er dálítið og mikið held ég núna samt, sko. Já, Þetta er þarna bara sé skot. Helgi Pálli mættur í stúkun alltaf. Forstjóri, nei. Hvað er hann hjá í? Ég veit ekki hvert þú ert að fara með þetta. Ég ætla bara að halda fram að lýsa leiknum hérna. Gaman að sjá að allir mæta. Bríet er með tinnu með sér. Næri ekki sendingunni upp. Gerir vel saman. Kristína tekur sína konu. Þær hafa ekkert nema dömpunni niður. Má sjá hérna núna shit ekki alveg nógu vel. En pökkurinn í einhverju basli þarna. Andrea fristir þetta bara. Fá skiptingu. Fyrsta lína SR er komin inn á með Þóru. 3 markaskorur. Reynda 2 markaskorur inn á. Áhverð hvort inn á að búa eitthvað til hérna. Saga á móti steininn í face-overu. Ég held að Saga vinni. Já, ég sagði það. Þóra batti út, satt og næri sig ekki alveg. Vel hugsa samt. Elísa, köttar hann í miðu. Kemst ekki fram hjá Þóru, sem stendur svo klettur í vörninni. Og Eva er með hann. Reynir breakout sendingu. Ekki nóg góð sending, en fer í gegn.
Góð sending samt upp á steininni, en hún tekur hann í skautan í staðinn fyrir að nota killuna. Smá ruglingur hana, hver átt að taka pökkinn. En hún er Lexa komið með hann, hún hefur Sato með sér. Það bara komið sér inn í miðju. Elín Sato fyrir. skýtur í Alessandru en Alessandru er nær að blokka þetta inn í svæði. Og þær fara 2 í skiptingu, ekki alveg á besta tíma hérna, sérstaklega ekki Þóra. Sem hún var aftast í varnarmaður. Á veiku hliðinni, eins og þetta er kallað. Þetta er gott uppspil. Spurning hvað Saga gerir úr þessu. Elín er hröð en tekur skotið, það er framhjá og með Ylvi með sér hana. En ég hugsa skot, það var rétta í stöðun hana. En það var Berglind kominn, setur hann á Freyju, Sigrún er komin í pressuna. Hún hörði í pressunni, vinnur pökkinn. Kom með hann í kring, tekur behind the back, bakhandskot. Andri sér við þessu. slottið. Berglind, Ó, missefnu sending. það var góð hugsun, en sendingin var ekki alveg á réttum stað. Þetta er Hilma, það eru öllu alveg skalla. Hilma og Berglind, það er erfitt að þekkja þær í sundur. Það er með sem er sömu killu. High stick. Sýnst það vera sko í eins hönskum, skautum, Hjálm, alveg tape job. alveg eins kilva líka. Já, Og henni er nú með 16 hinn 18. og það er teipa mér þess að skauta hana alveg eins. Já, það er erfitt að sjá munin hingað. Berglind er nummer 18, Hilma er nummer 16 og þetta er, já það er líka erfitt, þeir eru alltaf krumpar. Þetta er svakalegt. Biðumst afsökunar, Hilma og Berglind, ef við erum eitthvað ruglíku saman. Kannski önnur eitthvað að setja upp gula reymar í skautana, gera þetta léttar enn fyrir okkur. Það er nú mikið, ná ég er búinn að segja svona. Nei, ég er nefnilega sko, ég er aldrei hrifinn af gulu reymunum núna sko. Nú, hvað er óví mættur ég? Já, ég er nefnilega að pelja að fara upp í hockey-fólkan hérna, SS-shoppuna og fá með gula reymar. Nei, Þóra er ekki með gula reymar, þannig að Það verður rosalegt að Þóra en Friðrika, er hún með gulara? er hún ekki inn á það. Þetta er Ég byrjar að sjá myndast einhvern veginn svona pattern með þetta sko. Sato er með gular. Já, nákvæmlega. Ég veit að Lexa er með Lexa er gular. alltaf með gular, sko. Já, þetta gæti verið eitthvað sem þýrt að skoða í náinni framtíð. En núna leiknum. Andrea hendur þessu niður. Það er hérna Alessandra hefur tíma þarna. Fer bara- Spurning tekur hvort bara það skal fara í skautið. skiptingu. Heyrðu. Það er alltaf 3 og nú þarf hún að komast djúpt sem hún gerir. Hún er 1 á móti 3. Vinnur næst í pökkinn. Eva sér við þessu. Hún hörpur með sér. Nei, gerir rétt. Snýr bara við. Hún var ekki með fullkomlega góða sendingu. Engin með miðuna þarna. Nei, vantaði miðuna. Sending. Alexandra þreytt. Alexandra þreytt fyrir skiptingu. Harpa hendur þessu niður og Þóra með pökkinn frá aftamarki. En er með April með sér. April setur batti út á Sögu. Hún setur hann djúpt. Arna er í pressunni. Hvað gerur hún? Hún er með Stefaníu minnir mig í sér. Núna er Friðrika komin í pressuna. Friðrik er hættuleg hana. En Karin Ósk sér smá við henni. Þóra setur hann djúpt. Arna er með hann. Hún gefur tíma til að setja hann í slottið. Nei, hún setja hann bara á markið. Klaufalegt skot, en eins og ég vil meina að Hættu. öll skot eru góð skot. Geta allt farið inn, sko. Herri Þóra snæper. Já! Þetta er gott, sko. Confidence í skotin, sko. Halda áfram að skjóta. Já, vandaði stundu líka í kallaflokkin. Já, SR. Þannig var hún bara með tíma og hugsaði bara, heyrðu, ég skora á hann, ég get skora núna. Það er bara það sem vantar oft, sko. Ég veit ekki af hverju að kalla spila. Kristína er upp á bláu. Sendingin fyrir gegn. Já, var það rámstæða? Sá það ekki. Kristína er í Nei, hún hóttinu. var komin inn þegar hún slæri pökkinn. Já. Já, því hún, já, Fjölnir stefna, já. En- Það dómar ekki, sko. Þetta er ekki gefist því að pökkinn var komin inn á undan henni. Er það? Já, hún þarf líka að setja viljandi inn ef að... Þú ert náttúrulega að sér þetta betur en ég, sko. Af hverju? Það því þú ert dómari. Það er mikið slífið hérna yfir á Kára eins og kartaflunar eru heitar og áhöldurinn eru köld. En þá er Hilma að setja það fyrir vel var í Andriðumar. Aftur blokkara. Segjum þetta harra hérna. Það æsti svolítið, þetta var svolítið dauðafæri. Það er að halda pressunni hérna á. Við snýðum okkur. Já. Við fengum athugasemdum að það heyrist ekki nógu vel í okkur. Endilega láta okkur vita að það heyrist á mikið í okkur núna. Ég held að sé búið að taka út kommentan á streyminu. Það er þetta að senda á eavarartgríms@yahoo.com. Já.
Anna between the legs hjá Sigrún Agathu, hún kemst fram hjá Freyju léttilega. Skoti. Andrea Ver. Já, þessi hendi æsing. Það spurning hvort að dæmi æsing núna, ég ætla ekki að vera leiðilegur en ég veit ekki alveg hvernig þessar æsingareglur eru nú til dags. Með við áðan. Það hefur flext fyrir mörgum, öllum hockeyspilum landsins. Herru, ég var að fá skilabróð frá aðdáanda. Markus Máni situr heima við 30 tilboð á Vesturbærís að horfa. Hann ætlaði að koma, hann komst ekki. Hann var smá slappur, kallinn. En hann segir áfram SR. Það er eitthvað flensa hann fyrir austan, hann var í bústað. Já. Og þá er það Elisa í slottinu og getur skorað hann af. Tó safe hjá Andru. Það kallt að vera að hlaupa í ströndinni. Já. Í janúar. En það er ekki allir eins. Það er skemmtilega við þetta. Dagný. Setur hendur og bara beint inn í miðjana. Elisa með mjúkar hendur. Já, þú getur lært eitthvað þess að það var. Já, spurning. Spurði hann eftir leik hvað hún gerir til að æfa hendurna sínar. Þú veist ekki Bettíni Leksjan verið aðeins hvernig daginn? Nei, ég sá það ekki. Sá það enginn. Gerði þetta ekki. Sátum með pökkinn, reynsluboltinn. Já, hún tekur bara einn. Upp miðuna, ekki senda. Með Murphy átt. Já, slapparinn. Já, þessi. Split safe! Þetta var rosalegt. Hvað fannst þér þetta skot? Lillegt skot eða? Þetta var góð tilraun. Góð tilraun til skots. Ég sagði góð tilraun. Þannig að þetta var ekki gott skot. Nei, þetta fór ekki inn. En þetta fór næstu inn. Já, næstu er ekki nóg. Getur þú unni leika á því að pökkurinn fari næstu inn? En það ætlar bara að taka skotin sem fara alltaf inn, skilju. Það ætlar aldrei að taka skotin sem getur fara inn. Hvað sér þið? Þetta er ekki satt. Þannig að eins og skotið þitt í leiknum vann daginn. Það var lélegt. Var það lélegt skot? Já, en ég var ekki henni með hana. Já, okkur myndir ekki bara að skjóta það sem þú miðað, skilju. Það segir ekki allir söguna. Sigrún dettur. Er þetta offset? Nei, hann var komið valdapekkinu. Er það? En þetta varst ekki drámstæða. Pökkur líkur eftir laus, Andrea finnur. Þetta er alltaf sama sagan hann fyrir frá markið og SR. Ég var erfitt með þessa ránstöðu, sko. Ég skil ekki alveg, er eitthvað... Mér finnst SR pínu heppin að vera að vinna núna. Já, þær eru búin að liggja nú alveg ágætlega á þeim, sko. Nei, ég meina með nýtingin bara á færunum úr slottinu. En markværslan, það er bara 1-2-3 í svona leik, sko. Já, en þú veist... Liðin eru svona ágætlega í upp, finnst mér, sko. Mér finnst bara standa út markværslan. Já, það er ekki að spila góðan varnarleik, SR-ingar. Hvað er Óli að gera núna? Þetta er hann Carlos Camilo. Hann er á klukkunni. Hann er eitthvað, hann veit ekki alveg hvað hann er að gera, sko. Þetta er fyrsti leikurinn hans á klukkunni. Ný klukka líka, gaman að segja frá því. Ný klukka sem er með í SR. Hún reynist flókin mörgum. Fáum bara tónlist í staðinn. Milos er farin að gera einhverja hausarhefingar á bekknum hana við læginu. Fáum við hot mic á Milos eða? Tíminn, já, hann fer aftur og bak. Gústi B á micnum. Frá 26 á hverjum degi. Shoutout. Friðrika vinnur þetta face-off á móti Berglindi. Já, tapaði þetta. En hún er Ylva. Komur að verna. Og Friðrika í breakaway. Við þurfum að róa okkur aðeins niður að því Sigrún Agatha getur líka alveg skautað, sko. Ég myndi segja að þetta hafi verið kannski... mark hjá Ylvum! 4-0 er staðurinn dagsins hérna. Það er refsa fyrir mistök, SR-ingar. Það er refsa fyrir mistök. Fyrsta mark, Ylvu og Þóra. Bál kom fyrsta mark og vinkonur. Ég held að það séu sama aldri. Það verður okkur hár pekkjareikningurinn hérna hjá SR næstu mánaðamót. Þannig sjáum við Friðriku, Agatha nær að trufla hann alveg duglega. Skotið. Arnar fylgir hérna eftir og svo kemur þriðji maðurinn og fylgir í annar rýbóndið. Arnar og Friðrika með stóðsendingu. En sáu við hvernig þetta byrjaði. Þetta byrjaði á góðri vörn hjá Ylvu, sko. Hún nær pekkinum og býr til breakaway fyrir Friðriku. Friðrika nær ekki að klára, en það þýðir ekki að hún fær bara í skiptingunni. Hún heldur áfram og svona að þessi mörk, sko. Já, það er að refsa verið mistök. Já, refsa verið mistök. Gaman að þessu. Það er spurning hvað Emil ætlar að segja við liðið sitt í hálfleik eða tekur timeout. Það er fyrir alltaf 4-0. En það hefur ekki svarað einu marki fyrir aðsynningunum. Það eru nú búin að liggja nú ágætlega á þeim. En Andrea... Þetta sjáum við aftur. Andrea er bara búin að standa eins og klettur í markinu. Já, það má ekki taka neitt af henni. Nei, þetta er bara... Heiður. Þetta er bara góðu dagur hérna hjá SR. Spurning bara hvað Fjölnir ætlar að... Það eru bara að refsa þeim fyrir mistökin þeirra. Já. Og það eru farin að spila þess víðar núna. Þegar Satu tekur þessar sendingar hérna yfir þverran í sinna, þá opnast alltaf veikur hliðinni. Já. Og miðjan verður hættulegri, sko. Já, gefur þeim svo mikinn tíma.
þegar sendingin færið svona frá öðru horni yfir í annað horni, eða þú veist, annar ramma yfir annan. Ég veit hvað hann menar, en ég veit að Fjölnisstelpurnar, þær vilja meira og þær eiga smá inni. Spurning hvernig þær ætla að svara fyrir, eins og þú segir. 5 mínútur hérna tæplega eftir að annar lótu. Eva Hlyns með pökinn hennar, inn í skotið. Hittir ekki á marki, smá svo bróður sinn. Dagný kemst, nei, Bríet kemst inn í þetta. Þetta fyrir aftan markið, þær eru að pressa með 2 núna. Elís í pressunni, Tinna nær hún þessi út. Já. Já, þetta flott. En Eva ætlar hún að hleypa skiptingu. SR fara 4 í skiptingu, þetta ekki nóg gott. Þarna. Það verða að passa þetta. Dagný gerir vel þarna, hann að hægja aðeins á Murphy. Ég held þetta hefði rángslega þarna. Hún á fleygiferð, ég er bara blindur. Sýndi Saga að vera með smá kjaft hana. Láta hann að vita að hann þarf að gera betur og hann ætlar að skora Andreu. Sýndist það samt, þetta er ekki að fullera neitt hérna. Það er fínt að hafa smá hitta í þessu. Já, þetta er best þannig. Það getur hent leikmannum aðeins af leiknum sínum sem hagnast, annar lið hagnast á því. Þetta skota svo langt yfir maður, hann komið hálfa neður og holda verið hérna núna. Alessandra aftur, það er svo först lefting. Þið veitir hvað ég segi alltaf? Ég segi alltaf að það er ekki hægt að skjóta undir markið, það er bara hægt að skjóta yfir. Af hverju hendur hún? Já. Þú skal minna þar. Hvað segirðu? Ég segi, það er aldrei hægt að skjóta undir markið. Einungis framhjóða yfir. Já, það er rétt. Þetta er kannski eitthvað sem að Fjölnir þarf að taka inn í leiklið og hugsa Andreu er alltaf komið niður þegar reboundin er svona nálægt. Já, ég veit ekki hvað það er hægt að gera með þessar upplýsingar en... Hörðu, Satu er ennþá með! Það þurfa bara að fella hana, það er bara svoleiðis. Löglega eða ekki, skýtur einhver máli. Já, hún skautaði heila bara á hana, hún stóð sinni skrifið sko. Já, ég var ekki að segja að það verið dómur, ég bara að segja þú veist, ein leið til að verja svona leikmanni. Hún er öflug. Já. Góður liðskraftur inn í SR heildina. Já. Jæja, 4 mínútur 29 sekúndur eftir ætli Fjölnisstelpur svari með marki fyrir undir leikslokk. Þær eru með fyrstu línu sína inn á núna. Bríet hliður í skotið, engin fyrir framann. Hendist hann að rebound alveg. Friðrika. Míles Óskar býðir. Friðrika hefur tíma til að dansa hana, næri ekki að komast fram hjá Teresu. Teresa gerir þetta vel. Það var að Berglind. Setur hann yfir á Hilmu. Nei, kemur það ekki. Þær eru hættulegar en þær komast ekki út og gera þær ekki mikið. Ennþá. Heyrðu, hvað? Það er svo að pökkurinn eins og heit kartöfla þarna. Skoppa bara spöðunum öllum. Kristína. Það er að koma sér djúpt. Elísa, nei, komst ekki á ferðina. Bríet bara sá við þessu segi. Ég ætla að segja Berglind. Berglind, Bríet, þetta er aldrei mikið fyrir mig. Eva. Já. Þetta er rosa vel gert. Tekur skotið. Vel varið. Þetta eru... Ég veit að þú ert ósammála með mér finnst það að vera góð skot og þetta er bara hörku... Þetta stríða mér eitthvað núna, en eins og þannig, skilur, hún bara kemur inn, gerir vel, skilur pækinu, tekur skotið að kemur gott í rebound. Ég hef getað sett henni fjærhóttni. Hún hefði getað gert það. Eða tekið henni á bakvendana, það er alltaf þetta EF og hefði, skilur, það er erfitt að segja, það er létt að segja eftir á, skilur. En það kom bara gott í rebound. Já, þetta fór bara beint í maðurinn. Og mér fannst þetta Eva bara skila sínu með góðu skoti. Og þannig að það næsta kona að skila sínu, veist hvað ég menna, taka reboundið. Þannig að mér finnst þetta að vera gott skot. Er þetta sammála mér? Nei. Sammála mér og ósammála? Já. Það er best þannig. Eva með hann upp á topnum. Hefur Guðrúnu með sér. Guðrún byrti tíma fyrir Evu. Eva setur á markið. Þessi er inni! Þetta er gott skot! Þetta er gott skot! Þetta var hrikalegt skot. Þetta var skotið sem hún hefði viljað taka á hann. Þetta er hættulegt fyrir SR-stelpunar. Hvort þær haldi haus eða ekki. Það er erfitt að fá svona. Maður sjá þetta hérna. Guðrún upp á Evu. Eva tekur bara skotið. Já, Andrea sér hann ekki. Og hann enda bara aftur inn í markinu. Á 37. mínútu og 52. sekúndu skora Fjölnisstelpunar. Fyrsta mark sitt í leiknum. Staðan er því 4-1. Þetta er rosalega starffræðina á Ævari Arngeirssyni. Aldrei mikill skólastrákur á hann. Góður störfræðindur sko. Já. Maður sjá hvað er Axel að tala á dómarann hana. Hann sá ekki pluss mínusuna. Nei, Óli er búinn að redda þessu. Jæja, Saga komið hausofið núna í stæði fyrir Apríli. Jæja, 4-1. Þetta er dálítið hættuleg staða núna fyrir SR þegar hann var að kveikna smá lífi hérna í Fjölnisstelpunum. Það er bara spurning hver er að halda áfram meira. Já. Hver er vilja þetta meira. Það er nefnilega bara það sko.
Þetta er áhugavert núna því að það er erfitt að fá svona mark undir lok periódu svona sko. Fara inn í næstu periódu með það sko. Saga komin hana eins og alveg sendir bara þriðji varnarmaðurinn hana. Fylgir bara Berglindi. Já, hún þarf að henda hún niður á Sigrúnu. Hefur Hilmi með sér. Býður. Apríl fyrir hana. Og Andrea nær að frista þetta. Aldrei hætta. Eða smá hætta. Já, það verður svolítið nálægt kannski. Já, ég fíl ekki alveg þegar eru svona að fá að lappa bara einhvern veginn. Fara fyrir aftan markið og hættir hann pekki. Það er bara að taka killunar í burtu, þá skorar það ekki nefnum með löpunum og lappinni, en það má ekki. Það má ekki. Það er víst. Þetta hafi ekki allir getað sent ykkur, nema Ævar, dómari. Elsa reynir skot fyrir lappir, fer ekki í gegn, Þóra með hann. Þóra, hún vill annað mark. Hún sá hversu létt þetta var. Spurning bara að koma þessu pekki djúpt. Jæja, Friðrika sendir komin í spila aftastamannina. Ylva ekki alveg nógu góð sending og Murphy kemst inn í þetta. Upp í slott á Elísu. Skot fer í tá. Hvar er pökkurinn? Síðan ekki. Sýnist, já. Þetta er stór hættulegt. Þær eru nefnilega, það kviknaði smá eldur í Fjölnistelpunum í Sjöfa. Já, þær eru búin að vera svona alla leikir, sko. Eða svona nánast í döttaðis niður þarna í enda fyrsta periódu, sko. Já, það eru komið þar eftir núna. En fyrsta línu S er komin inn á. Mér sýnist á móti þriðju línu Fjölnis. Þá getur eitthvað gerst hjá SR, sko, þegar þær eru snöggar. Tapar face-offinu. Sattu setur góða pressu. Læri svo út, urðu. Þarna skýlir pekkinu vel. Það er dómur. Urðu, þessi er inni! Er þessi inni? Sérðu löppina, býtu, hvað er, má ég sjá þetta? Nei. Hann er á línunni. Hann er ekki inni. Það er fá hérna 1 mínútu 41 sekúndi í yfirtölu. Ef við höfum að tala hérna íslensku, spurning hvernig nýta sér þetta. Já. Sá þess að hvað það var nálægt, þar sem hún hendir pekki á markið. Þetta er nálægt því. Þannig að þetta er ekki góð tilraun, gott skot það. Þetta er góð tilraun, jú. En okkur er þetta ekki gott skot. Þetta kom úr engu. Þetta er bara ekki gott skot, þetta fór ekki inn. Þeir eru það að Ævar Algríðs er alveg kengjan á göflunum hérna, veit ekki hvað hann er að tala um. Já. Hann er bara dómari, aldrei mikill leikmaður. Hann skoti hérna á Kára. Ég er nú bara að djóka ykkur eins og þið heyrið. Fólk heim í stofunni, heyrið það. Heyrið áður en að Berglind komin í færi. Þetta vilja SS-telpunir ekki gera, missa eitt mark hérna núna. Það er yfirtölu, það er nú meiri hjá. Friðrika, róa þetta niður, bara setja niður, vel gert. Fá smá skaut sko, hanna. Gerir samt ekki mikið hana. Crossover, byrja að skauta, hreyfa lappina. Þetta er bara einn maður. Eða tíma í þetta, byrja bara að leggja á stað. Sattu getur skauta, setur á Lexu. Lexa er að koma, bara skauta. Ekki senda. Hanna, dropp, já, flott. Niður aftur, fínt. Nei. Hjálpa. Það vantar smá hjálp hana. Já, Friðrikan er að halda sinni. Alexandra að berja. Það vant dálítið mikið bara Einar, koma svo. Skauta. Já, ok, það er nóg. Búið til ykkur sem 41 sek eftir. Svo sem að stilla þessu upp núna. Nei, Saturn Sóla virkaði ekki alveg. En hún fær pökkinn aftur upp á Friðriku. Og lappaði nú niður. Hanna. Apríl getur skotið. Skittin. Framhjá, það er 80 sekúndur eftir að periódinni. 27 sek. Saga fylgist með klukkunni. Það eru búin að ná stillu upp. Núna þurfa bara að ná góðu skoti. Það eru yfirtölu en það er engin opinn. Þetta er rosaleg sending. Þetta er mark. Nei, þetta er stöngið. Veit ekki alveg hvernig fór að klúra þessu. Og nú er það bara Lexa að skjóta. Nei. One-timer. 7. Skot, það er markana. Nei. Þá þetta bara verður ekki meira í dag. Annari periódu þarf að segja. Það er komist nálægt í Saga með góða sendingu yfir á Apríl. Skellur að hún náði ekki að klára þetta, en þetta er spennandi 4-1. Tökum hérna kaffipásu í korter.
Já, verið velkomin inn í þriðju perióduna. Þá byrjar þetta krafti, Satu setur hann djúpt. Staðan er 4-1 SR í vil. Ég setja með hanskana því það er kuldi í höllinni. Það er ekki hiti. Það er ekki hiti okkur hérna. Upp í boxi, eins og þetta er kallað. Saga skautar. Hún er bara að fara að koma þessu allar leið. Engin pressa, kemst framhjá. Það ætla að byrja í, það er delayed penalty. Alessandra setur hann á marki. Nei, það er búið. 20, það var bara 20, það var 90 sek. Já, maður var alltaf sestur niður hérna maður. Það er svo sitt maður. Já, ég? Nei, ég var bara að tengja mækinn. Já, alveg. Skotamark! Ætlar ekki að flauta þetta. Það var að flauta. Andrea tekur sprettur á bekkinn, en þar sé hann ekki hoppur. Þá fer Hilma í bóksið, 16. Nei, Berglind, nei, Hilma. 16. Þetta er erfitt sport sem við erum í hérna. Þannig að sjá þið nýja, þetta er flott system sem er komið hérna. Við rétt svo mistum að því, það er... Hann er fljótur á myndal en ekki svona fljótur. Face of við unnið Apríl. Það var að róa sig hans niður. Saga Rúli, lappar aðeins. Fyrsta vandaði einhvern þarna. Skrítin uppstillingin hjá þeim hérna. Það eru 2 í miðunni. Nævar að halda þessu inni. Koma, haldi þessu inni. Þessi fer aldrei út fyrir. Saman þetta væri vindur í höllinni. Það er smá vindur hérna, kemur í gegn. Skautavöllin okkar. Sem þið getur séð betur. True Detective. Legg stóran þátt nýri í seríunni, er ekki búin að sjá hana? Það er náttúrulega ekki allt komið held ég. Nei, eitthvað komið. Herru, það er skjóta pekkinum yfir. Það þarf að senda hann alla, sett hann! Herru slaggar. Já, það vil ég taka þetta djúpt. Viljum ekki vera að taka einhver mistök núna. Það var erfitt þegar það var ekki inn á Fjölnismegin. Ég er ekki alveg að fíla þetta drop, þetta þarf að vera sending. En komast inn í þetta, allt er léttilega. Saga þurfti að labba með hann lengri upp, Satu þurfti að koma aðeins setna. Satu ætla að fara að skauta hann. Já, það er einu leiðin. Já. Þetta var slassing hana. Nei, hann er ekki haldið sinni. Ekki ránstaða. Pökkurinn náða við bóksið. Hýtt að frétta. Og svo Volkartabla. Leggsa með hana. Harna ekki komin inn á. Þetta er æsing. Já, gaman að þessu, Ísingur. Ísingur? Hvað er það? Fristingur? Nei, Fristing. Það er... Nei. Æsing, fristing. Fristing? Það er ekki það markmaður fristu pökina? Ég veit það ekki. Nei, ég er ekki bara að tala þetta sko. Maður á ekki að sletta sko. Ég skal gefa lifi í dag. April has the puck, passes it over. Það er ekki alveg máli. Við erum ekki hérna á World Juniors. Nei. Gaman að segja frá því, ég þurfti að lýsa heilum hockeyleik á ensku. Það var Ævar að spila. Núna er hann bara fulltime dómari. Það er sama gríni í kjáttunum á honum. Það eru 6 á ís. Já, leifum aðeins að spila maður. Bara 6 að 7, hvað það er. Leifa leiknum aðeins að fljóta hérna. Pökkurinn er... Sjáðu. Tópikkaði hann í endan. Hún var með sett upp toe-drag release en hún toe-pick releaseaði frekar. Það gerist við besta fólk. Verður það að kára? Alla ekki mig sko, flest alla aðra sann sko. Heyrðu, Pökkurinn bara skopar þetta fram fyrir markið. Heldur það hafi verið viljandi eða? Skjóta fram hjá, veit hvað hann skopar tilbaka. Ég held að þetta hafi verið viljandi. Var þetta þá gott skot eða? Nei, þetta var ekki skot, þetta var sending þá. Það er alltaf jafn neikvæður og velur. Ég stend bara fastur á mínu. Já. Sigurún Agatha. Hún er að fara lappin í slotti. Já. Ætlaði bara hleypinn inn. Lúmst skot þarna. Já, Kristínu. Neip. Núna er ég bara að byrja að bulla. Það er ekki neitt samt. Kristín með pökki núna. Sendur á Maríasól. Þetta er ekki Maríasól. Lexa er ekki að komast á ferðina. Elisa Dís. SR skiptir. Já. Saga komin inn á hann með Satu. Já, sér hún þetta? Já, þetta var gott vision. Elisa náði aðeins að komast í pökkinn og eðlaði sendinguna. Mögulegt breakaway.
Elisa ennþá með pökkinn, setur á markið. Já, Bríett eitthvað stressuð og skýtur bara pekkinum. Það má nefna að Saga varnarmaður. Voru að spila í sender núna. Eina eins og séu með 3 varnarmenn bara inn á. Sender mjög varnarsinnaður maður inn á ísnum. Já. Sato vinnur alla 50-50 Já. pekki, þetta skiptir máli. Svo baráttuna. Þetta er góð vinna hjá Sato að koma pekkinum hann út. Rosa flott. Ná pekkinum yfir á Murphy. Kemur hann bara djúpt. Bara 2 í pressuna hana og Harpa vinnur pökkinn. Freyja var ekki alveg nóg á snöggi að vilja vinna hana pökk. Nú er ég bara að pæla Ævar. Þú náttúrulega búinn að vera meiddur og ert búinn að horfa mikið á SR-leikina nema seinasta fyrir áramót. SR hvor? Bara SR kalla og SR kvenna náttúrulega. Já. Er það ekki dálítið meira að henda svona dömpa pekkinum inn í svæðið? Er það kannski bara leikstílinn hérna hjá stelpunum eða hvað er það? Erum við kannski líka alveg mikið aðeins sem maður bara tekur ekki eftir? Við erum mikið aðeins og þegar við gerum það ekki þá missum við mjög mikið á bláu línunni. Já, mér finnst það eins og þarna er hún bara að skauta inn og þú veist, hún hefur engan í sér og Saga gerði áðan, það er bara svona hendur hún inn, bara svona, er þetta eitthvað stress eða hvað er að frétta, skilur maður, veit það ekki. Kannski bara ekki búinn að horfa upp á hann að fara pökkinn og heldur að maðurinn sér í sér eða eitthvað en alltaf ef hún er að skauta inn á haldun og bíða eftir að liðsvélina er komið þá er það náttúrulega miklu betra heldur en að þurfa að fara að vinna fyrir honum. Ég sammála, þetta ætti að vera öðruvísi því að tæklingar eru náttúrulega ekki leyfðar hérna, allavega ekki nærri því að fastar og hjá okkur og ef eitthvað er þá ættu við að vera stressaðir með pökkinn en mér sýnist alltaf mikið eins og þarna. Já, þetta er enda gott play þarna en Óttar sem verður bara hendunum frá sér. Bara svona yngri ástæði. Það er meira hjá okkur að við erum að halda lengi í hann og missa hann þannig sko. Já, það er bara einmitt öfugt sko. Já, þú veist, ég meina, já, skilji. En þetta eru bara pælingar sko, ég er bara að velta steinum hérna. Já. Freyja kæft inn í þetta, hreifa lappirnar. Hún er að fara inn í mig, já, setja hann bara inn, fyrir skýtingu. Þetta er flott, hún er 1 á móti 4. Ég hef persónulega ekki gert þetta. Hvað hefur gert? Mista hann bláu? Frekar. Það er verra. Nei, þú veist hvað ég meina, eða bara tekja hann aðeins lengra og reynda að skjóta eða eitthvað. Þú ert ekki að, með því að fara á dömpunum hann inn, þú ert ekki að leyfa liðinu að skipta, veist hvað ég meina? Þú veist, hún dömpur hann inn. Já, þeir voru farnar í skiptingu með hún skautaði frá sinni blálínu og hinni. Það er bara að hún missa hann ekki á blálínu þegar þau eru í skiptingu, það er skiptingu. Já, það er verra. En þarna var hún ekki með, hún var ekki að vera að missa hann þannig, hún hefði tekið hann aðeins lengur, þá hann geta komið hann inn, dompað hann og fengið strax einhvern í pressuna, veist hvað ég meina? Já, ég skilji. En að því að það var ekki komin inn á og dömpað hann bara og þau gátu bara að breyka út og við þurftum að trappa. Já, en það er vanlega þannig, þú veist, þegar þú ert í dömpunum, þá ertu oftast með 2 hraða að koma hraðinn, þá verður þú kannski 3 gæðin. Ég er ekki með reynslinni á dömpunum, sko. Nei, þetta er ekkert gaman að spila Dump and Chase hockey, en það er mikið gott forecheck, það voru gaman. Já, þarf til að vera með frekar svona grimmt forecheck, sko. Já, bara leikmenni þurfa það ekki hvern annan. Já. Treysta á forecheckið, sko. Það er mikið líkilatriði. En sendingar að dömpa og sendingar inn í varnarsvæði er ekki nærriðis mikilvægar á sendingar að koma nú, en hann er dómur. Hvað er verið að dæma á? Set ekki. Hooking eða slashing. Já, ég veit ekki með hann dóm, ég sá hann ekki sko. Hann krækti svona aðeins í, þetta var mjúkur dómur en réttlæti þar sem hún var í góðu skotfæri. Já, reyndar. Þau tala mikið ástæðana fyrir dómnum. Skilur, verið ástæðan var dómurinn að því að hún var í góðu skotfæri eða var þetta óvart, skilur. Já. Það fer mikið eftir. Ef þetta hefði verið sami dómur hérna inn í varnarsvæðinu þeirra, það er kannski ekki dæmt en að því hún er í skotfæri segir, en ekki eins og ég sé einhver dómar hérna, segi endurtekið. Friðrika vinnur þetta face-off, Þóra hefur tækifæri til að negla honum út, gerir það. Þannig að Arna verið tilbúin að ramma hann til að ná þessu. Já, hérna, ná þessu pekki, já. Vel gert, hún nærði þessu öndanum. Já. Það var að henda djúpt. Friðrika og Arna í pressunni. 1-2-2 pressa í gangi hérna, Apríl frekar lágt niðri. Heyrist hátt í stúkunni SR. Þarna gerir Berglunda bara létt, sýnir SR-ingu hvernig á að forechecka í powerplay, nei, break út í powerplay. Þannig að búa þetta tíma fyrir hver aðra, þannig að hún náði góðu skoti, en Andrea verið þetta. Segður þau náðu góðu skoti það? Hvað meinar það með því? Það sem ég meinti var að þær ná að búa þetta tíma fyrir hana til að fá að skjóta vel. Já, okkur sagður það þá ekki bara frekar. Ég rugglaðist bara. Allt í góðu, ég fyrir Þannig að byggu þær til tíma, dróðu menn í sig, færði hann yfir og Hilma hafði þá næga tíma til að skjóta hana. Það var það sem ég myndi.
Teresa er að reyna að komast út af. Kristín sækir pökkinn, hefur Murphy með sér. Já, Teresa fara hann aftur. Þarna eru varnarmennir inn í svæðinu bara tilbúin, já. Og Satu. Það er að stela honum. Já, dömpar hann bara inn. Slappari. Þarna finnst mér hún hafa bara átt að henda svo á marki. Það er einhvern veginn. Það er skemmtilega sko. Já, ef maður getur alltaf hendan á markið þá er þetta aldrei æsing. Já, og þá og er líka það farið bara, kannski face-off inn í svæðinu. mér fannst þú líka vera bara eitthvað dálítið shaky á hann. Telma í markinu. Já. Freyja dettur. Og það er opið skot í slotinu. Næri ekki skotinu. Herru, Saga er komin á ferðina. Hún er komin ein í gegn. Konu færri. Hvað gerur hún? Þetta er húking. Þetta er húkina. Þetta er mark! Saga er að skora, held ég, sitt fyrsta mark fyrir SR. Þetta er short-handed, það eru einu færri með að skora. -2. Það er ekkert skemmtilega að sitja í bóksin og horfa á liðið skora. Það er fagnað þessu vel. Það eru 5 inn á reyndar. Vel gert hjá Sögu. Þetta er alltaf svona færi, það eru refsaði fyrir mistöku þeirra. Já. Fáum endursýningur hérna, Saga ein í gegn. Hún nær að húkana að Pítumur, en hún kemur þessu inn. Færir hann yfir af bakkvöndinni á forendinu og setur hann bara svona milli hæð í markið. Það er 5-1. Við getum orðað þannig að Fjölnistelpunar eru allavega ekki að hjálpa Telmu til að halda þessu skotum úti. Sýnist þetta að vera hérna, og lómar að sjá. Þetta er fúmbli pökkur, þetta er... Og hraðinn líka bara á Sögu, bara mjög flott. Hún getur skautað alveg eins og vindurinn. Sjáum hérna. Andrea grípur þetta bara annað í loftinu. Ertu með það á hreinu? Er hún búin að skora? Var þetta fyrsta markið hennar Sögu fyrir SR? Nei, ég held hún hafi skorað áður. Er það? Já. Ég er nefnilega svo ekki svo viss sko. Kíkjum hérna. Finnum hérna inn á IHI stats.ihf.com. Ég set á að hún sé búin að skora. Púlbók klúb, þetta er uppáðslæði, þetta var það ekki. Nei, ég er ekki mikið fyrir klubbt upp þessa dagana og kannski 2017. Já. Nei, það er 2020. 2020. COVID, varstu mikið á klúbnum þá? Nei, Aquaman er gott lag. Ég er alveg að... Ylva setur hann næstu djúpt, þetta er æsing. Ég var að fá þetta staðfest hérna. Hún Saga var að skora sitt fyrsta mark fyrir Skautafélag Reykjavíkur. Þetta er ekki satt. Þetta er satt. Ég trúi þessu ekki. Skulda mér Poppa Kók, Prins og Kók, hún ekki í bíó. Ég þá þegja restina af leiknum. Já, það væri fínt. Fór bara að dæma það. Það er ekkert spenningur í þessu. Döp. Það var ekki með það. Þetta að fólki heima vilja heyra það. Nei. Kristína gegn Berglindi í face-offinu. Ég átti að koma eitt í skil að Markus Máni lá heima með smá flens á hann, en hann er mættur, hann hristi þetta af sér, hann þurfti bara að koma hann í Skautavöll og þetta er svo spennandi leikur, hann sagði við mig. Þarna, vel blokkara hjá Þóru. Þetta skiptir máli. Ótrúlegt hvað þetta getur breytt miklu. Já. Þetta hefði getur verið gott skot og enda í markinu. Já, hefði, það er stórt ára hana. Úi, vel varið! Deflection, hvað er að gerast hérna? Það er mark! Rautt ljós, ég sá þetta ekki fara inn. Ég sá að það var deflection, það var rebound og ekkert sem Andrea getur vissulega gert í þessu, þetta er bara flott mark. Það þarf að taka þessi kylfur. Já, hún er búin að... Þetta er alltaf sama gamla mann líka hérna. Já, Berglind skorar, Hilma mögulega með stóðstíku. Það er eins og við séum bara að stóla, ekki við reyndar, en það er eins og við séum bara að stóla á að Andrea bara verði allt hérna. Það er líka að taka þessi kylfur í hjálpenni eftir að vera all skotin hérna. Já, það eru dálítið mikið að treysta Andrea í markinu. Komum að sjá þetta hérna aftur. Sjá hana. Tekur skot, deflection, rebound og rétt á hann nær hanskanum yfir. Hvað er varnarmaðurinn? Það er smurning. Eða ekki Guðmund. Það er verið að taka timeout. Sé því mér ekki í hvora áttina. En það er hot mic. Já, hérna heyrðum við aðeins í þeim. Hérna taka
Timeout, SR megin. Þannig fengum við smá innskot í hvernig að vera á bekknum í timeouti hjá Miloslav Raczanski, Miloslav Thor Raczanski, yfirþjálfara SR. Heitir hann það núna? Já, ég með nokkuð vissum að það var 2018 þegar hann fekk ríkisborgararéttinn að hann þurfti að taka upp íslenskt nafn sko. Hvort hann tók Thor, það var hann einhver Thor eða að vera Olgeirsson. Ég ekki eins að djóka. Nei, ég ætla ekki að fara með þetta alveg. Nei, bara gaman að svona. Takið þessu með Saga, en þá rauðu buxunum. Já, tilbúin að kannski að fara heim, ég veit ekki. Hvað þetta haturs umræður gegn S-sæðingum flytjandi í bæ? Jæja, Murphy setur hann á Guðrún getur skorað hann að Andrea ver. Ég styð alla Andrea er að skauta núna og horfði yfir. Þetta er leiðileg sending. Ég styð alla S-sæðinga sem vilja flytja í bæinn. Þú, Heiðar, Axel, styð allt, Saga, Apríl. Gaman að þessu, Unnar næstur. Þetta er classified information, þið heyrið það fyrst hér. Unnar Rúnarsson er að koma í þessar. Heyrist Mílos vera heitur á bekknum. Ekki alveg ánægð með stelpunum sína hérna núna. Hún kemur þessu út. Ætlar að dæma á þetta, já. Þetta er interference. Sagði það. Þetta er satt. Það eru léttir tónar hérna í skautavöllinni. Það er gaman að þessum tónum sko. Heyrist háöskur úr stúkunni. Jæja, þá er það Friðrika gegn Berglindi. Það eru einum fleiri. Það eru einum fleiri, gaman að sjá hvernig það stillir powerplayinu. Ekkert að frétta hjá þeim, það er einhvern veginn 3 uppi. Apríl með puckinu, það er ekki eina sendingu. Nú mætti Apríl byrja að labba nær. Já, Sato. Skýtur ekki þaðan. Inn í miðju, niður á Sato. Between the legs, nei. Setta bara upp. Sato skauta bara inn í miðjuna. Hún ætlaði að ná sendinguna á Friðriku sem hefði líklegast geta skorað hana. Það er þægilegt færi. Vel bakt ekki á Alessandru. Nú þarf það bara að vinna puckinn aftur, ekki leyfa henni að koma svo nýjar. Hjálpið henni. Hvað er að gerast? Allt að gerast hérna. Fjölnistelpur þurfa vissulega reyndar að skora. Það er reyndar 8 mínútur eftir sem var alveg nægur tími. 3 mörk. 1 markinn að komast inn í þetta og þá bara getur hvað sem er gert. Friðrika er lúmsk með puckinn. Já, Eva Hlins gerir vel þarna, hendur sér bara djúpt. Gaman að segja frá því, bróðurinnar fékk bronsið og úrið. Það var hann besti maður Íslands. Besti maður Íslands yfir 20 landsliðinu. Það var það Viggo? Já, Viggo Hlins. Já, flott frammeistað. Flott hjá honum. Mikið æft á þessu heimili. Við erum með þessa takta. Hreyfingarnar, mjög líkar. Elísa í baráttunni, hún er ennþá með hann. Brett stýrir hann alveg út í ramma. Þetta er vel varið. Vel góð. Anskotan er að segja hana. Já. Ekki vera með svona bull minni vaktina. Og hún lesi þetta ekki. Já, mér fannst þú lista bara aðeins og hægt sko. Það hefði getað stokkið á þetta aðeins fyrr. Já, leiðilegt að selja sig samt. Svo fer hún framfyrir. Það er ekki mannsæl í gangi hérna. Ekki svona seint í leikjum. Hanna, flott verting af Murphy. Missir hana inn fyrir. Tekur skotið, blokkað Þóru. Blokkað Þóru, annar blokkið hann í leiknum í dag. Já. Hún kemur hún út af því varnarmaðurinn hélt ekki blá línunni. Verja mörk og skora mörk, það sem Þóru gerir best. Nokkuð viss. Nú hefur Hilma tíma til að koma. Hanna, vel gert. Sato sá þessa reynslu. Sato. Þær eru að fara hart á hana. Þetta var rosalegt, ég var ekki alveg að búast. Ágætis tilraun. Já, mjög góð tilraun. Ágætt er betur en gott. Já, mér sagði mjög gott. Já. Mjög ágætt tilraun. Hann að setja hann yfir nauðinu, það er bara krossið hverju har á markið. Það er bara varðið. Þannig átt að vera. Já, það er hitti í leiknum hana. Ég sé að Óli setur puttana í eiranu, það er eitthvað talið henni í mækinn. Ég held að það séu örugglega meir en 9 ár eða 10 ár síðan. Nei, það er kannski stýttir það. Síðan hvað? SR kvenna vann hockeyleik. Ég þori ekki að fara með það, en ég get alveg sagt ykkur að SR kvenna er ekki búið að vinna hockeyleik síðan að þær voru í Reykjavík. Þegar Fjölnir og... Nei, það er ekki SR. Fjölnir og SR var... Þetta er ekki... Nei, ég er að segja þá unnu þær einhverja leiki á móti SA.
En ég held að það er unnið einn í vító. Kristína setur hann aðeins og framlega fyrir Ylvi. Ylvi ætlar að setja hann djúpt. Það er góð sending á Kristínu. Kristína er að halda áfram með hana. Góð barátta milli Maríu og Kristínu. Það er myndast alvöru stemming í stúkunni. Mér sýnast Heiðar og Styrmi eru að byrja Víkingaklappið. Gaman að þessu. Ég heyrði þarna. Styrmir og Heiðar að halda upp í stemmingunni. Þeir eru fullir á þriðjudegi. Jæja, þá eru þeir að fá stillaður upp hérna í varnarsvæði Fjölnisstelpana. Já. Þú sagðir orð. Já, Dagný á Apríl. Apríl setur hún á marki, hún er aðeins og lengi að þessu. Heppin að þetta fór ekki í hináttina. Hún elskar slappskotun hún Apríl. Já, hún er dugleg í slapparann. En það hefði getað tekið bara þægilegan ristara. Snabbara. Eða hvernig á maður að taka úlliðskot á YouTube. Hætti að horfa á Viggo með vídeo. Arna missir pökkinn og hún er í svona 2 sekúndur bara svona ég misti pökkinn, hann er að koma! Fíl ekki svona. Halda fram að berjast. Ekki bara hætta. Vera með henni Heiður, já, ekki selja sig. Hún er ennþá með pökkinn. Já. Það er klárt mál að það er aðeins að bæta vörnunni af SR. Já, ég myndi ekki vera stoltur af varnarleiknum í dag, en Arna. þá ef það sigra þetta í dag, þá er þetta sigur. Það er refsing fyrir mistök, það er líka mikilvægt. Þú ert að tala um einhvern sigur, það eru 5 mínútur eftir að leiknum. Ég sagði aldrei, ef það er sigur, Sjáðu þetta? Já. Ef það þýðir ekki að það sé sigur. Ef þýðir ekki að, þeir heyrðu það fyrst hér. Þetta er bara I don't know if but some maybes. Það jú er þetta. Þetta var góð vörn hjá Bríet, tók kilvuna í burtu og lét Andreu sjá pökkinn. Skot, nei, endar í horninu. Ekkert að frétta núna. Saga með pökkinn. Já, hún vill annað mark. Það reynir að finna Sato þarna. Heyrðu, hún er komin aftur. Svona er djúpt. Já. Svona að gera þetta. Leggsæði pressuna, vinnur hann aftur á Sögu. Það er Sigur í kilinu hennar Sögu. Pökkurinn eldir hana núna. Eins og heit kartöfla. Góð barátta hana. Þetta ekki sammála? Hvað? Pökkurinn er bara að elda hana Sögu. Eins og heit kartöfla. Já. Pökkurinn er eins og heit kartöfla í dag. Ég veit ekki alveg hvað hann meinar en þið skiljið mig samt sem að þetta hefði verið flott sending en þó hættuleg. Þetta var góð hugsun. Núna þurfa SS-stelpunar að koma sér tilbaka. Hvað er þetta hérna? Þetta er rángstæða. Þetta er líka dæma. Það kemur oft fyrir sem er bara venjulegt. Við erum öll mannfólk. Wrong stað. Stúkan er að trillast. Ég sé að Stimmi og Heiðar eru ofpeppast. Það er frétta hérna, ætlaði að hleypa Sigrúnu Ankvötu einn í gegn. Ég hef heyrt betri hugmyndir. Hildur Darkum á bláu, Teresa, hún hleyri skot. Þetta er skottið aftur af Friðrika, náðu píkumanni sínu á endanum. Þetta er kallað hockey sense hana. Þetta er interference, þannig hún tekur kilvulari burt. Það er mark! Þetta eru getum við fengið að sjá endursýningu af þessu. Fjölnistelpunar er að skora. Þetta með 4 mínútum eftir til að minnka munin í 5-3. Þannig að sjá endursýninguna eftir smá. Ég sá ekki alveg hvað gerist. Sjáu þarna Teresa. Þarna tekur, já, og svo skorar hún. Tekur kilvuna af Friðriku. Þetta er tæft. Þetta er gráu svæði. Þetta hefði mátt vera 2 mínútur. Já. Og það er annað timeout. Og við fáum hot mic. Núna fáum við hot mic hjá Emil. Þetta var Fjölnis leikplanið, hvernig þær vilja spila þessum seinustu 4 mínútum. Hvað segir það? Heyrðist það vel? Já, þetta heyrðist ágætlega. Já, leðilegt, við erum nefnilega SR megin hérna. Já, aðeins léttar að hlera SR-ingana.
5-3 er staðreind, 4 mínútur eftir. Jafnleikur hérna. Ég held að myndi vera 2 mínútur þarna, en þetta hefur farið framhjá. Já, nú Þetta kostaði mark. Nú er bara spurning hvernig bæði liðin ætla að koma út úr þessu, skilurðu. Ætla þær að fara að vera stressaðar og hverfa inn í sig sjálfa eða ætla þær að vera stórar og halda áfram. Fjölnir vill örugglega taka markmannin út af bráðum. Þetta er svona 2 mínútur. Apríl þarf að vera, má ekki svindla. Apríl þarf að fara tilbaka. Herru, þær taka markmannin út af. Telma er farin á bekkinn. Það eru 6-5, Sato er ekki með kilvu. Þetta fyrir fram hann. Hvað ætlar að gera með auka leikmanninn á? Sjáum við slottið, það vantar bara mann í slottið. Það vantar mann í slottið. Já, þær eru einu færri en Sato það vantar samt mann í slottið. Það er bara að spila 2-1-2. Má ég sjá hérna. Vantar mann inn á. Ylva þarf að fylgja Berglindi hana. Backdoorið. Haldið þessu. Hún fær skotfæri. Andrea komin yfir, setti öxlinn í þetta. Ekki mikið pláss til að skjóta á, já. Spurning hvort það ná að skipta. Sín Saga og Apríl ætlar að hanga inn á. Það er kannski góð hugmynd. Senda hann að beint á hana. Þurfum að ná þessu út. Apríl í pressunni. Það er enginn. Já, þetta er mjúkur dómur! Þetta er mjúkur dómur. Apríl er að fá dóm. 2:50 eftir, það er allir að hrinda öllum. Hvað er í gangi hérna? Óli ætlar að dæma á þetta en ekki á broti á Friðrik á hann. Ég skil ekki alveg. Nei, bara að halda sér á því. Dansandi á línunni. 2 sikkur á línur fyrir kortlið, sé ég. Það voru að Saga í vörð. En þetta getur bara gott, því að núna fá þér puckinn og bara skjóta honum í markið. Það þurfi ekki að hugsa um icing, veistu hvað ég meina? Ég er bara að skjóta honum alla leið tilbaka. Já, ég veit en þú veist, einforinn, þú veist, en ef þetta er þannig, þá setur það bara í ramman, skilju, en ef þú hefur tækifæri. Já, vissulega. Á þess að það sé ekkert vissinn að koma pökknum út. Við erum með Sato, Friðriku og Þóra. Þetta eru frekar. Þóra hefur búin að vera blokka skot. Já. Þóra er í vörninni. Og Friðrika og Sato eru góðar í sóknarsinnar. Nei, varnarsinnar sóknarmenn. Sóknarkonur, afsakið. Sóknarmenn, karlmenn, hvernmenn, ég er búin að segja þetta við á þau. Já, konur eru líka menn. Heyrðu, ítir Sato. Banna íta Sato. Já. Þetta er vel gert hjá henni, hún setur það bara. Já, hún er ekki að hugsa um mörkin sko, hún er ekki að hugsa um statístík, hún er að hugsa. Hvað? Það er að. Hún er. Þetta verður tekið á miðjunni. Já, veit ekki alveg hvað mér finnst um það. Vissulega geta þér bara. Þetta er ekki krúsjál, þægilegt fyrir. Nei. Sikkurliðin, tíminn líður á hönd Eskfirðinga og Fjölnistelpur fá þægilegt breakout ef það myndi gera þetta svona. Og nú þurfum við að setja markmannin inn. Þetta skemmir svolítið tíma fyrir þetta. Þetta er auka 15 sek getur verið mark. Veit ekki alveg hvað mér finnst um þetta samt. Þetta hagnast hvoru liði. Gulla á að taka face-offi ef hún flautar vitlaust. Er það staðan? Ég er 99%. En það var ekki Gulla sem flautaði held ég. Jú, hún var seinni varnarmaðurinn. Varnarmaðurinn? Nei, dómarinn. Já, þú ert orðinn alveg klikkað núna. Jæja, Telma lögðast á bekkinn. Berglind kemur eins og vindurinn upp kantinn og Eva er komin í hæstóttið. Og það Teresa bara að lúðra þessu. Já, það eru dálítið mikið puckwatching inn og aftur upp. Blokka þetta. Núna er bara spurning hvort þú vilt vinna eða vilt tapa. Taka miðjuna. Má dansa þess mikið hann fyrir utan og hún veit sko. Já, en leið hún sendi niður þá það Friðrik að vera fljótari inn í miðju af því einu dörku séu þarna. Séu þarna, inn í miðju. Ekki bara horfa á puckinn. Inn í miðju, strax. Þannig að blokkaði Sato þetta. Já. Ekki vera að festast fyrir aftan markið. Nei, Sato hefur tíma. Næri ekki, þarna þarf hún að henda honum. Þóra. Kannski situr hún bara yfir hópnið það hana. Hópnið, segi ég. Já, ég var að reyna að hreinsa hann. Sato þarf að fara meira í miðjuna hana. Hún er ekki, Guðrún, Gugga. Setur hann á markið, Kloppi, puckurinn laus, hvar er hann? Herri, hún er ón á markmannum. Og Andri leifir þetta, hann má henda sér hún á markmannin. Já, það er ekkert aðeins. 1 mínúta og 21 sekúndur eftir, 34 sekúndur eftir refstíma. Apríl er í bóksinu, stúkan er að fara taugum, sérstaklega Hildur bara Leifsdóttir. Já. Hún var orðin stressuð eftir fyrstu lótu. Þegar við vorum í 2-0.
Hvernig heldur á taugarnar á Apríl 7 núna í boxinu? Þetta er ekki þægilegt að sitja hérna þegar staðin er svona. Þegar fyrsta marki kemur og veist aldrei hvað gerist. Myndi ekki það ekki það. Þarna kemur Arnónum, næstu út. Já, og þessi er inni! Nei, ég er slagur. Er þið ekki alltaf heima líka? Sjáu, Tóki markadómari, tikkar ekki í boxið þarna. Þessi fyrir fram hjá. Karen með hann, heldur hann Karen. Upp á Guggu. Hún getur skotið. Hún þarf að skjóta hana. Hún ætlar að reyna að senda einhverja sendingu hana. Arna kemst inn í þetta og Saga, og þessi fer yfir. Er þetta inni? Þessi er ekki inni. Nei, vá. Saga væri ekkert á móti tvenninni. 5 á móti 6, Fjölnis. Það eru 40 sekúndur eftir þessu leik. Það er hendur hún djúpt. Það var þetta að dæma rámstöðana. Er bara ég það? Ég sá það ekki. Ég er aldrei rámstöðusinnar í dag. Apríl þarf að ná þessu út. Djúpt fyrir country. Arna, hvað gerur hún? Þessi er inni! Þessi er inni! Arna er að skora, það er 6-3. 25 sekúndur eftir. Það er hægt að segja að það er fyrsti sigur Skautafélags Reykjavíkur. Elendur! Það er fallegt bros hérna á öllum á bekknum, sérstaklega þjálfarunum tveimur sem hafa ekkert séð nema töp í vetur. Já, sérstaklega Sölvi, búinn að standa þarna sem aðstoðarþjálfari, hátt upp í 5 ár, aldrei séð sigur. Hann sá samt brons með U20 daginn, en þetta er örugglega betri tilfinning. Fáum hann kannski smá viðtal eftir leikinn. Alltaf frétta hérna óðpappun í höllinni, þið finnið það bara. Finnið það vonandi inn í stofu. Stúkan öskrar. Satu alltaf að fara hann í breykói bara. Já, hún er ekki hætt. 10 sekúndur eru eftir nákvæmlega núna. Satu, já, 5. Ég get trúið að fagnarlæti verða mikil. Já, og 2 sekúndur eftir. Sjáu þetta, þær fara úr hönskunum. Það er eins og þær séu búin að vinna Íslandsmeistaratitilinn. Þetta er rosalegt. Stúkan er að tjúllast. Já, það má svo sem fagna þessu. Já, þetta er stórt skref sem kvennaliðið hefur tekið hérna á árinu. Já, þetta er flottur sigur hjá þeim. Við ætlum að reyna að ná á Mílosi hérna. Góðan dag, ég kom hérna með Miloslav Račanski. Sjálfi. Er ég í mynd? Við býðum aðeins með þetta. Það er að reyna Við ætlum að fá hérna annan þjálfaran, Mílos eða Sölva í smá viðtal. og kannski einn leikmann. Kannski leikmann, ef að taka leikmann. Líka. Hvernig er Lexa fyrirlið? Settu heyrnartólin á manneskjuna. Jó, Lexu. Ætlar þú að taka viðtalið? Já, þá get ég heyrt í henni. Já, og er að fá... Við fáum svo myndavélan á hana. Þetta er áhugavert. Aldrei upplega annað eins fagnarlæti en í Laugardalnum. Það er gaman að þessu. Sjáum hérna, koma þær, takk í hendina. Það eru ekki ánægðar. Lexa viðtal. Hér eru komið með Alexandru Hafsteinsdóttir, fyrirliða kvennaliðs Skautafélags Reykjavíkur, hún með tárin í augunum. Hvernig er tilfinningin? Ég held ég aldrei svona hamingjusöm. Nei, það eru nú nokkur ár síðan unnu seinast leik. Veistu hvenær það var nákvæmlega? Ég held ég hafi verið svona 14 ára kannski. Og núna eiginlega ert þú örugglega eina í liðinu sem að upplifði þann sigur. Hvernig bara er þetta fyrir stelpunar með svona ungt lið að taka svona stórt skref á þessu ári? Þetta er geðveikt. Það er bara upp á við núna, þú veist. Það eru 2 leikir eftir í þessari viku og við ætlum að vinna þá líka. Þetta er flott. Nú ert þú búinn að taka stóran þátt í barnastarfinu og sérstaklega á stelpunum í SR. Hversu gaman er að sjá stelpunar sem þú ert búinn að þjálfa í mörg ár sigra núna Fjölni sem að bara átti bara góðan leik, skilurðu? Ég er bara stolt mamma núna, sko, þú veist, þetta eru mínar stelpur, þú veist. Ég er langur vegur
við erum loksins komnar á hvað þetta er geðveikt, ég veit ekki hvað ég segja. Já, ég er hálf orðlaus líka, ég segi bara takk fyrir og skemmtu ykkur vel. Já, takk. Jæja, þá kveð ég hérna úr Laugardalnum. Takk fyrir mig. Takk hérlega. Flottur sigur. Eigið gott kvöld það sem eftir er að þið.